Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og núna komið atriði sem að rauninni allir hafa beðið eftir. Já. Það stórhljómsveitin Helgi og hljóðfæraleikararnir. Velkomnir til ykkar. Nei, til okkar. Þeir eru velkomin til sjálfleikar. Þeir eru loksins komin til sjálfleikar. Þið hafa ekkert verið í sjálfleikum undanfarið. Jú. Alveg í góðum gýr. Ég ætla að hafa þessa kynningu bara. Já, það fínt hjá þér. Hvað stendur til? Það eru tónleikar framöndan, eða ekki? Já, það ég vil ekki segja systemið sé svolítið þannig sko að við erum sko framalega á varamannabekknum með að hellist eitthvað á lestinu og græna hattinum. Já. Það kemur hringing laugardagurinn til 2 daga, eru þið klárið þá? Sko? Já, eru þið nú í 10 í speed dial hjá Tryggva, já. Og það var bara græjað, við ætlum að spila. Er þetta ekki formað árlegt alltaf hérna í kringum jólin og svona? Það verið eiginlega regla með eina. 30. Það er svona fastir liðir. En hvernig virkar þetta hjá Helga og hljóðfæraleikurunum? Eru þið með reglulegar æfingar, massíft prógram? Eru þið að semja ennþá fleiri lög? Eru þið með einhverja nýbreytni? Eða er þetta meira svona bara að gera það sem einhvern dettur í hug þegar einhvern dettur það í hug? Ástæða einhver þróun, það spurningum? Já, takk fyrir. Best að byrja á, við æfum einu sinni í viku. Það er tiltölulega nýtt. Æfum alltaf á miðvikudagskvöldum. Og svo er svo sem eitthvað nýtt Já, við erum oft að það dúkkar alltaf upp eitthvað nýtt sko. Og það er svona menn svona að reyna að pota að eitthvað sínu efni svona allir eitthvað að reyna að hjakka eins í eigin horni sko. En svo er það líka dálítið mikið þannig að í staðinn fyrir að gera eitt lag og klára það og líta svo að það sé alltaf eins sko, þá gerum við oft þannig á æfingum að við förum hringinn sko, það bara segir alltaf næsta lag sem á að spila sko. Svo var kannski nefnt eitthvað lag sem var samið fyrir 30 árum sem eiginlega engin mann hvernig var sko, og þá kemur kannski svona nýtt gamalt lag, þannig að þetta er svona þetta til gerjun alltaf. En talandi það, þegar þið voru síðast fyrir 2 árum, þá vorum við að tala að þið væruð eina af elstu ennþá starfandi hljómsveitum á landinu. Hvað er þið búin að starfa lengi? Þú varst að tala um 30 ára gamalt lag. Já. Ég er nú kannski logið aðeins, en svona, ekki mikið samt, sko. Við erum að byrja cirka 13-14 ára og ég er ex-gamall. Þá erum við að verða, rúmlega, einmitt. Akkurat. Þið eru ekki björn ég svipaði fyrir að takki. Þetta eru bara, kringum 30. Já, við erum gamlir og Gamlir, þetta er alltaf verið búið. Þetta gæti nú orðið síðasta viðtalið. En ótrúlegt samt ef maður hugsar út í það, fólk fer nú í sikkura áttina í lífinu og það er ýmislegt sem gerist og fólk heldur nú ekkert endilega áhuganum á, ég tala nú ekki á tónlist og það verður þróun, að þetta band haldi saman. Hver er galdurinn við þetta? Ég spyr ykkur nú bara eins og ég sé að spyrja þetta í hjónabandið, sko. Er þetta ekki eitthvað svo borðar eða? Jú, líka, það er ekki búið að henda okkur út úr æfingahúsnæðinu, þannig að við höfum greiðan aðgang að því, sko. Og þolið einhvern annan, sko. Já, svona upp á vissu marki. Við hittust mátulega sjaldan, þannig að ég held að það er svo sem, okkur þykir voðalega vænt hvort annan, held ég. Við tölum ekki mikið það, sko, en reynum að fela það, en stinni. Eins og öllu góða samböndum þá tala ekkert mikið saman. Nei, það er ekki mikið hringingar svona þessum milli, nema þegar Haukur hringir og hann vantar eitthvað þá. Þá gekk eitthvað, já. Ég sé að þú tókst part af trommusettinu með þér. Og gítarinn er þarna líka. Ég veit ekki hvort þessi bara propsið allir að taka fyrir okkar eitthvað lag. Ég held ég kunni það. Þetta er mjög, við ætlum að taka þetta aftur laugardagskvöldið í barnastuði og sjá hvað er komið slótt þá. Manstu eitthvað í þessu þarna? Já, þetta, ég er nú hræddur það. Taka tvö vers eða eitthvað? Þið gætu kannski fengið svona línudansfélag Akureyrar til þess að mynda það og láta það sko sem sagt dansa síðan honi í lagið sko. Einmitt sko, akkurat.
Þetta byrjar nefnilega þarna á... Já, Nóttin hún á ótal sögur sem hún geymir inn í sér. Sumar eru litlar og sætar, sögurnar af þér. Mig dreymdi þig í nótt, mig dreymdi þig í nótt, mig dreymdi þig. Við í þessu bíói, við leikum öll í sömu mynd. Og myndin hún sorgleg því hetjan hún blind. Mig dreymdi þig í nótt, mig dreymdi þig í nótt, mig dreymdi þig. Og kannski ennþá von, en vonin svo veik. Það þarf að leggja hana inn og skera hana upp því að hjartað allt í steik. Mig dreymdi þig í nótt, mig dreymdi þig í nótt, mig dreymdi þig. Ég ætla að reyna aðra nótt að dreyma nýjan draum. Hittu mig í runninum, þar elskumst við á laun. Mig dreymdi þig í nótt, mig dreymdi þig í nótt, mig dreymdi þig. Glæsilegt. Þið allar búin að æfa eitthvað? Eru búin að æfa þetta? Þetta klart, já. Tökum þetta líka. Þá verðum við bara að vita hvenær tónleikarnir eru á Græna. Laugardagskvöldið. Laugardagskvöldið, að gera. Klukkan 10. Klukkan 10. Ég held að það get ekki klikkað. Nei. Þetta er eitthvað sem að... Húsið opna 9 og 1.500 krónur inn. 1.500 sem ekki neitt í dag. Nei, þetta er eitt par af trommikjum. Þetta eru 2 kaffibollar. 2 kaffibollar, já. Það sko ef það kemur 1 sko, en þetta getur við fullt af trommikjöðum með að koma margir. Já, nákvæmlega. Takk fyrir komuna, herramenn, og það forsala vantarlega miða í Eymundsson að venju eins og alltaf á Græna hattinum. En við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.